Stelpur, hvað getið þið sagt okkur þetta verk? Heyrðu, þetta svona biblíuverk, gerist í örkinni að snóa. Dýrin eru stödd þarna saman og eru orðin bara ótrúlega þreytt á því að vera þarna. Vilja komast eitthvað annað. Það bara endalaus rigning og volæði og þau eru orðin pínu þreytt á þessu. Það hlýtur að vera eitthvað annað en þessi rigning og örk. Það hlýtur að vera eitthvað að ljós í myrkrinu. Það? Já, það alltaf ljós. Já. Og það kemur í ljós í restina. Hvernig gengur með krakkana? Það gengur ótrúlega vel. Þetta eru náttúrulega frábær börn og það gaman að sjá þau blómstra. Þau eru náttúrulega snillingar. Og þau eru búin að vera með okkur núna í 3 mánuði. Og þau eru öll bara ennþá full af orku og fjöri. Þau eru ekkert að gefast upp. Það allir orðnir pínu þreyttir núna, svona síðustu vikuna. En það eiginlega ekki hægt að sjá það á hópnum. Þau eru alveg ótrúleg. Þegar ég var að horfa á það hérna syngja fyrir okkur þá mér finnst þau svo ófeimin. Já, við erum búin að þjálfa þetta markvisst upp en þau eru líka bara ótrúlega klár. Þetta mikið af krökkum sem koma þegar þau hafa gaman á svona hlutum en það líka búið aðeins að æsa þau og það gaman og þau taka áskorunni. Já, það má ekki gleyma að það má gera kröfur á börn. Þú veist, við gerum kröfur á þau og við hrósum þeim og gagnrýnum þau og þau taka gagnrýni og gera betur og það alveg sérst, sko. Þetta bjassin á þetta? Já, við erum búin að leggja ómælda vinnu í þetta og við vitum þetta flott. Við erum búin að sjá þau. Ja. Og þetta náttúrulega verk sem allir ætti að geta leyft sér að koma á. Það kostar ekki nema 500 krónur, þannig þótti geta að koma alla fjölskylduna, ekkert mál. Það voru sýnt. Herðu, við erum búin að setja niður 6 sýningar. Við byrjum á frumsýningu á uppsetningardag 14. maí og erum svo með sýningu 15. maí, 2 17. maí, 18. og 20. Það er sýnt hérna í Kirkjulundi, já. Það er verið að græja hérna svið, það er ekki alveg tilbúið en með hjálp góðra manna þá verður það rosa flott á morgun. En það má líka alveg taka fram að þetta eru krakkarnir en það eru fleiri krakkar. Það eru 4 í hljómsveit, það eru live músík og hérna allir krakkarnir eru í 4. til 10. bekk og öllum grunnskólanum í Reykjanesbæ.